Það komið sæl á ný, við þökkum Gunnari Smára fyrir þessi hressilegu viðtöl sem hann var með, en hingað eru komið alveg úrvalslið til að ræða svona helstu atburði liðina viku, það bil. Það Ragnar Þór Pétursson kennari, Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi, Lísa Margrét Gunnarsdóttir sem formaður Landssambands íslenskra stúdenta og Jónas Atli Gunnarsson, hagfræðingur á Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Verið allir velkomin. Takk fyrir. Sko ég svo gaman að pólitíkinni. Hvernig þingið raunverulega endaði með þess að 71. grein og svona þvingun til að stoppa málþófið. Var þið sem að fylgdust með, var nokkuð annað að gera? Já. Þetta grínast. Herri, ég fylgdi samt með þessu úr öruggri fjarlægð í fríinu í Tyrklandi, sko. Þannig að ég var nú að segja ykkur frá hann og var og ég mér í fríinu með honum pappa sem var á þingi. Já. Og hann var á þingi með alvöru, þú veist, mjög öflugu fólki í stjórnarandstöðinni, sko. Þú veist, hann hann á þingi þegar Davíð Oddsson og Össur eru og Steingrímur J. Og þetta engin unglömb, sko. Þetta menn sem kunna sína list og kunna hana vel. Ég var líka á þingi á þessu tíma, sko. Þingfréttamaður. Já, einmitt, þú þekkir þetta. Og ég spurði hann, ég bara, hvernig þetta þegar þið voru nú í þessu og þið voru með rosalega öfluga stjórnarandstöðu, sko, þú veist, bara örugglega Saga Gesson, það var alveg ég bara alvöru fólk í bransanum, sko. Og hann sagði bara, þú veist, það sem allir gera, þú ert að koma með eitthvað svona frumvörp og þú veist það rosalega umdeilt, þá fyrst byrjar að mála miðla í nefndunum til þess að reyna að koma þeim í gegn. Svo reynur að finna eitthvað leið til þess að mála miðla á gólfinu til þess að klára það mál eða þá semja um eitthvað þinglok. Og ég man eftir þegar ég var yngri, ég var að spyrja pabba minn, hvernig getur þú verið í sjálfstæðisflokknum og verið í ríkisstjórn með Samfylkingunni? Og hann kendi mér eitthvað sem ég notaði rosa mikið, ekki bara í starfinu mínu, heldur bara í lífinu. Og hann sagði bara, ef þú ætlar að ná góðum málum í gegn, þá þarftu alltaf að málamiðla. Og þá verður það bara betri yfirleitt. Þú veist, þú þarft alltaf, og það það sem góðir stjórnmálamenn gera, þeir eru góðir samningamenn, þeir eru góðir að finna leið til að fá eitthvað skonar allavega allir jafn sáttir, skilur. Og þá segi ég þess vegna að það eitthvað ekki alveg á þeim kaliber sem við erum vön ef það ekki að semja um þinglok út af, sko, veiðigjaldafrumvarpinu, sko. Já, ég fylgdist með þessar umræði. Ég var ekki náttúrulega öllum ræðanum, Guð hjálpi mér, en svona talsveit bara, ég hef áhuga fyrir þessu. Og mér fannst þetta komið út í tóma vitleysu, ræðurnar snýrust oft ekki neitt um þetta. Með þess að birti ég að við í dag ræður sem að Jón Pétur Símsen, kennari, flutti og þá var hann að tala um orkan í manninum, kemur öll frá sólinni, þetta var komið eitthvað efnafræði sem enginn getur skilið. Þetta kom nákvæmlega veiðigjöldum ekkert við, ekki eitt einasta. En samt þetta vera flytið undir því, þannig ég skilði mjög vel hafa bara gripið í handbremsun og stóða nauðið heimilað bara. Ég hlustaði á þessa ræðu sem þú ert að tala um í beinni útsendingu. Það var seint að kvöldi og það var fínasta kennslustund í efnafræði. Hvernig auðlindir jarðarinnar byggja á sólarljósi og en sýnir auðvitað það að sko, það var búið að tæma allt annað. Þannig að maður voru konið bara í svona, það var yfir í kokkur, það var að fyrir að tala um uppskriftir, þetta var dálítið þannig. En sko, ég lesi þetta aðeins öðruvísi. Sko, það er ekki við erum ekki með reynslumesta fólk í heimi á þingi núna. Það í því eru tækifæri og í því eru áhættur og við erum búin að sjá bæði áhætturnar og tækifærin. Þetta leit þannig út allavega svona fyrir svona hlutlausan aðila eins og að ákveðnir stjórnarandstöðuþingmenn gerðu mistök. Þeir gerðu þau mistök að tala um heilaga skyldu að standa bara þangað til þeir myndu detta niður dauðir og þetta myndi ekki komast í gegn og alveg til jólar og þeir. Og stjórnarandstaðan var dálítið að komast í þá stöðu að þurfa að ganga á bak sko rosalega stóran loforðum eða því að það var aldrei verið að fara að semja annað en að fresta þessu þangað til að möguleiki var að koma ríkisstjórninni frá og ríkisstjórnin var aldrei að fara að samþykkja það þannig að það hafi verið reynt
Sigmundur Davíð og hans fólk náttúrulega leiddi þetta. Framan að virtust hinir stjórnarandstöðuflokkarnir frekar tregir í taumi og vildu frekar þá kannski ástunda þessi hefðbundnu stjórnmál á bak við tjöldin en miðflokkurinn fór allur af stað. Já, Bergþór Ólason var eiginlega eins og leiðtogi stjórnarandstöðunnar. Já, og talaði alltaf út á við eins og hann væri maður sátt á málamiðlan og þetta hlýtur nú að vera að koma en svo þegar hann sá að það var ekki þá svona kom önnur mynd alltaf upp. Og þetta ekki fyrsta skipti sem eins og Sigmundur Davíð misles stöðuna. Hann mislas stöðuna stórkostlega þegar hann fór á sínum tíma og upp á Bessastaði og ætlaði að láta Ólaf Ragnar gefa sér umboð til að slíta þingi og til þess að reyna að berja Bjarna Ben með því og Ólaf Ragnar sagði bara, ég tek ekki þátt í þessu. Sjálfstæðisflokkurinn var komin í óefni vegna þess að formaðurinn þurfti svo að bakka varaformanninn upp eða gat ekki virkað deigarinn hann. Framsókn snerist alltaf í hringi lengi. Þangað til Þórarinn tók bara upp hjá sjálfu sér að vera bara þeirra maður í þessu og þannig að bara það voru gerð mikið af mistökum og svo eru líka mistök hinum megin, fullt af mistökum þar en stjórnin virtist bara bíða þolim og þangað til að stjórnarandstaðan gerði mistök sem var þegar þinginu var slitið án samráðs við þingforseta en svo fer að stað atburðarás sem að svona margir túlka sem sigur en flokkur fólksins dregur svartapétur í þeirri atburðarás og þarf að glíma við mikla reiði út af því. Þannig að ég held að þetta sé reynsluleysi og ýmislegt annað en svo líta bara aðrir þannig á að hér var einfaldlega verið að brjóta niður leifarnar af fjórflokknum og helmingaskiptakerfunum og öllu þessu gamla sem að mátti ekki hugsa sér að fara gegn Sjálfstæðisflokknum eða Framsóknarflokknum eða eitthvað svoleiðis. Og þetta séu þau stjórnmál sem við þurfum til að marka nýtt upphaf og mér grunar að það verði vinsælt hjá mörgum. Já, það verður spennandi í seinni mánuðinum hvernig þetta kemur út. En ég ætla að tala við fleiri líka, bara eitt þessu, þó að þetta sé skemmtilegt mál. En Lísa Margrét, hvernig býðið þið eftir einhverjum frumvörpur eða lögum? Hvað? Já, við höfum verið að krefjast úrbóta í stúdentarhreyfingunni varðandi námslánakerfið. Það átti að eiga sér stað lögbundin heildarendurskoðun lagana menntasjóð námsmanna árið 2023 og núna loksins á nýliðinu þingi þá var frumvarp ekki heildarendurskoðun heldur bara mjög áríðandi breytingar á núverandi stöðu íslenskra námslána sem við vorum nokkuð vongóð að myndu fara í gegn á þessu þingi en vegna þess að málþófs sitja stúdentar eftir með sártannið og við bara veltum því fyrir okkur hvers vegna það gerðist. Við höfum setið á hakanum í að verða 2 ár og nú býðum við enn og á meðan fólk að borga kannski af 2 eða 3 námslánum í einu og borga 100.000 krónur á mánuði bara í gamla og nýja kerfinu, sitja uppi með markaðsvædda og ófyrirsjáanlega vexti og gjörsamlega ósveigjanlega greiðslubyrði. Þetta frumvarp sem núna var bremsað af í þinginu var ekki heildarendurskoðun en það voru samt fyrstu og nauðsynlegustu skrefin í átt að betrumbættu kerfi. Mér minnistætt á nýliðinu landstingi Landssamtaka íslenskra stúdenta núna í vor. Það ræddi háskólaráðherra námslánakerfið svolítið frá eigin reynslu og hann tók sjálfan sig, konuna sína sem fór í nám 10 árum seinna og son sinn sem nýútskrifaður úr háskólanámi sem dæmi. Logi sjálfur var með bestu lánin. 10 árum seinna höfðu lánakjörin aðeins versnað og nú situr sonur hans eftir með langverstu lánin og greiðslubyrðin af þessum lánum getur verið alltaf 60% hærri yfir ævina og í staðinn fyrir að vera með lága og fyrirsjáanlega vexti þá erum við með námstyrk sem sterkar vísbendingar eru að sé ekki að gagnast þeim sem þurfa á honum að halda og þannig getum við sagt að menntasjóður námsmanna sem á að vera einhvers konar félagslegt jöfnunartæki falli í rauninu sjálft sig af því að þeir sem geta klára námi á réttum tíma þeir fá námstyrk en þau sem kannski þurfa að vinna með námi eða eignast börn í námi eða ílengjast í námi af einhvers konar félagslegum aðstæðum þau setja uppi með bara gríðarlega óhagstæð lán og gjörsamlega ósveigjanlega og íþyngjandi greiðslubyrði. Þannig við erum mjög vonsvikinn af því að við, En hefðu þið getað sætt ykkur við þetta frumvarp sem að náðu ekki í gegn? Sko, þetta
byrjun, en nei, við viljum heildarendurskoðun, löngu tímabæra heildræna endurskoðun og við vitum að hún stendur til, en nú þegar þetta frumvarp nær ekki gegn þá býðum við bara og í rauninni sko vegna þess að þetta mál tafðist að þá það okkar von og ég í rauninni bara hvet þingmenn til þess að setja þetta mál á dagskrá á fyrstu dögum nýs þings af því að við getum ekki beðið lengur. Það graf alvarleg staða uppi þegar Fælir þetta fólk frá námi? Já, við höfum allavega séð að fjöldi lántaka hefur aldrei verið minni og hvergi annar staðar í Evrópu vinna háskólanemar jafn mikið á Íslandi og 3 af hverjum 4 sem vinna með námi vinna til þess að eiga efni á náminu sínu. Það ekkert að því að vinna með námi ef þú vilt það en að þurfa að vinna jafn mikið og raun ber vitni einungis til þess að eiga efni á því að mennta sig. Við höfum barist gegn þessu og ég vona bara innilega að þetta verði loksins í forgangi af því að mér finnst ungt fólk háskólakerfið og í rauninni bara menntamál hafa setið á hakanum á nýliðinu þingi. Já. Hvað segir þín? Þetta þetta ekki, ef við skerum okkur úr frá öðrum löndum, varðandi þennan, hvað hefur kallið þetta, stuðning eða lán? Jú, ég myndi segja það. Það öll háskólagengin hérna. Jú, ég var nú í háskólapólitíkin líka, sko. Já. Veit ekki, en á ekki að leyfa þér að ég fer að segja mínar meiningar. Svo máttu segja þínar. Á ég að segja? Nei, ég ætlaði bara að segja að ég var í háskóla í Erlendi, sko, og það allt annað viðhorf þar, sko. Þar vinnur enginn með námi eða þeir sem voru í mastersnámi hafa bara verið þar og geta eytt öllum tíminn sínum í að læra og að rækta sitt nám. Það allt annað viðhorf til námsins, þú veist, hvernig þú eyðir tímanum þínum eins og hérna á Íslandi þá eiginlega bara búist við því að þú vinnir með samhliða náminu til þess að geta haft í það á. Það alltaf vertíðastemning svona, mikið að gera bara og geta unnið og skóla og við erum búin að vera stolt að því sem Íslendingar einhvern veginn að vera vertíða fólk og vera rosalega dugulegt og svona en stundum það ekki alltaf best sko. Kannski bara að finna að einbeita sér á náminu og lesa smá sko. Já, við eigum með annað Evrópumett í námslíðum. Við tökum okkur lengstu námslíðin og maður spyr sig hvort það sé mögulega vegna hárar atvinnu þáttöku okkar sko. Við þetta bara líka vanmetum menntun, bara kerfisbundið. Og það gengur ofboðslega hægt að auka, ekki bara í launum, þetta bara, Ísland er það ungt land, við erum ekki með sko 800 ára gamla byggingar sem fólk býr ennþá í eða 400 ára gamla stofnanir sem hafa byggst upp á löngu tíma. Það rosalega lítið reynsla sko sem við höfum safnað í sarpinn, við höfum þetta endurskapa Ísland upp á nýtt nokkrum sinnum og við erum ennþá bara úlingur í samfélagi þjóðanna. Og það verður bara að segjast alveg eins og að það ekki nema svona upp á 1960 kannski sem að við förum markvisst að sækja svona inn í nútímaríkið Ísland, sko senda fólk til útlanda til að menntast til að tryggja það hlutin sem gerðir hérna á Íslandi faglega rétt. Flestir sem hafa komist til áhrifa frá 1960 fram að aldamótum og gerðu það ekki í krafti menntunar sinnar. Heldur í krafti dugnaðar eða framsækni eða sköpunarskóla eða eitthvað, tengsla, spillingar og það allt í bland. Þannig að sko við erum með fullt til dæmis af strákum í skólakerfinu sem að sko leggja nánast ekkert á sig í grunnskóla, bara eru húðlatir, bara svo að sé sagt alveg hreint út, sjá engan tilgang í því, en eru svo konir í vinnu hjá pappa sumarið eftir útskrift og eru bara komnir á beinubrautina vegna þess að það sem tryggir þeim leið til þess að geta eignað sinni eigin íbúð og geta fengið ágætis tekjur og svona, það liggur utan skólakerfisins. Á sama tíma hafa þeir hópa sem hafa reynt að nota skólakerfi og menntun sína sem leið til sjálfsforræðis og áhrif á íslensku samfélagi, að sú leið hefur verið býsna brösótt. Það hefur ekki verið nein trygging leið og þú færð stóran hópa menntuðum konum í ákveðna stétt, þá einfaldlega bara lækka launin og þetta bara og við förum að setja peningana annað því að þeir leita ekki í þá átt sem verðleikarnir liggja, heldur þeir leita þangað sem hagsmunir eru sterkastir. Eru til bara útreikningar á því að hvort að laun lækki þegar konum fjölgar í starfsstéttum? Það hefur allavega verið sýnt fram á það að konur uppskera ekki sömu laun fyrir sambærilegt nám og karlmenn eftir að fara í gegnum háskólanám. Það kann að vera við sem að leita í nám sem eru almennt minna borguð náttúrulega en kannski það sem að kallanir fara í sko, en kallmaður með grunnskólamenntun með nokkuð meira sömu laun og kona með menntaskólamenntun og kona
karlmaður með menntunum með nokkuð meira sömu laun og kona með eina háskólagráðu. Og það alveg þannig að störf sem hafa verið vel launuð hafa lækkað þegar orðið mikið af konum, en það alltaf ekki að fullera orsakasamband vegna þess að þetta er fylgni sem að þessi störf hafa lækkað og ekki að fullera það. En til vel menntuð ung kona í samfélaginu í dag, bara þú, komin út, búin að leggja mikið til að mennta þig og fær vonandi fullt af tækifærum að þú til dæmis safnar upp minni lífeyri heldur en bara kallar, vegna þess að þú munt lifa tiltölulega lengi sem ung menntuð kona í landi sem býr við mikið góða heilbrigðisþjónustu og til dæmis stærstu lífeyrissjóðirnar okkar sem byggðir eru upp af menntuðum konum núna eftir lífeyrisbreytingarnar 2016 þær mun annarkvort þurfa að vinna nokkrum árum lengur en kallar til þess að fá sömu eftirlaun eða þær munu fara á eftirlaun á sama tíma á kallarnir og fá lægra vegna þess einfaldlega að staða kvenna þó hún sé á mörguleyti ágætt á Íslandi við erum með ríkisstjórn sem leidd af konum og formaður Sjálfstæðisflokksins kona og það formaður bæði borg og þingi að þá þetta menntunin hefur verið dálítið kynjað mál og hún kerfisbundið vanmetin á Íslandi. En núna vorum við að tala hvað hefði eyðilagst raunverulega á þinginu og frumvörp sem náðu ekki í gegn og það að byrja með málinu upp á nýtt og slíkt. En hvað var þetta húsnæðismáli? Þau eru alltaf í brennidepli. Já, það hefur ekki mikið komið fram frá þinginu ekki mörg mál fengi meðferð á þinginu sem varða húsnæðismál eða bráðaðgerðir eða kerfisbreytingar. Ég vonum bara að það gerist á næsta þingi og Hvað það sem þarf? Það margt sem þarf. Við getum kannski skipt upp svona aðgerðum eins opinbera á húsnæðismarkaði í tvennt. Það annars vegar það að veita eitthvað stöðuleika þannig að verðið sveiflist ekki alltaf upp og niður og að fólk geti svona gengið að því að vita hversu mikið á að byggja og þá verið stöðugt framboð af eignum og síðan það náttúrulega félagslega hlutin líka að tryggja húsnæðisöryggi fyrir tekjulága. Og sá síðari þáttur náttúrulega eitthvað sem skiptir máli núna og mun alltaf skipta máli en að kannski ég tel svona einmitt meira aðkallandi og síðan hinar þessar langtíma hugsanir sem að þarf alltaf að bæta og ég held að við höfum náð langt í því að bæta upplýsingagjöf og reyna að koma í veg fyrir þessar miklu verðsveiflur en það mikið verk að vinna samt að halda því áfram og reyna að sjá til þess að byggingaferillin verði svona miklu meiri hann högt ekki jafn mikið og hann hefur gert núna á síðust árum. En þarna svona gambítur það til núna nýjar íbúðir tilbúnar en þeir sem mikið hluti þeirra sem geti ekki keypt að þau komast ekki í gegnum nálarauga með greiðslumatið. Já, við höfum skoðað þetta einmitt. Þetta áhugaður staða sem við erum í núna. Það rosalega mikið af nýjum íbúðum sem eru óseldar út allt höfuðborgarsvæði. Sem við vorum að kalla eftir vegna ástandsins. Og það við höfum hjá HMS talað að það mikil húsnæðis þörf vegna þess að við sjáum bara að það hefur ekki verið byggt nógu mikið til þess að búa til nú á heimilum fyrir allt þetta fólk sem hefur komið til landsins. Og nú komið mikið af íbúðum og af hverju seljast þær ekki. Við höfum, það eru 3 svona megin ástæður. Og númer 1 bara verðið. Við höfum mjög erfið lánþegaskilyrði hjá Seðlabankanum, við höfum háa vexti og það bara fólk á erfitt með að kaupa svona dýrar eignir, sérstaklega húsnæðisverð orðið hátt. Þannig að eins og þú segir, fólk sem kemst í gegnum nálaraugað hjá Seðlabankanum. Síðan það stærðin á íbúðum. Sjáum að íbúðir sem eru núna á sölu ekkert það er ekki í samræmi við þær íbúðir sem fólk hefur verið að kaupa íbúðin sem fólk vill fá. Það vantar rosa mikið af litlum íbúðum og það líka í samræmi við það að við erum að breyta sem þjóð, barnafjölskyldum fækkar og það eru margir sem að búa bara 2 eða 1 heimili og það er greinilega skortur á þess áttar íbúðum sem eru undir kannski 80 fermetra og 2 herbergja íbúðir. En síðan það 3. þátturinn og það bara að fólk mjög frákvært í að
kaupa nýbyggingar, nýjar íbúðir og við vitum ekki hver ástæðan en þetta langveigamesti þátturinn í því. Við erum búin að reyna að mæla þetta, hverja líkurnar eru á að íbúðir seljist og ef þetta ný íbúð þá bara rosalega litla líkur á að hann seljist og þá spyrja menn sig af hverju það? Er það vegna þess að þessar íbúðir eru byggðar í svona miklum flýti að fólk vil ekki búa í þeim eða er það vegna þess að fólk áhættufæli, heldur kannski að sé ykkur byggingagalli í íbúðunum eða birtuskilyrði, bílastæði, við vitum það ekki. En það allavega eitthvað sem að hindra fólki að kaupa þessa nýju íbúði sem eru á sölu akkurat núna. Það klálega birtuskilyrðin og bílastæðin og 4 grunnskápar að meðan getur farið í gamla íbúð ykkur staðar í Vesturbænum, fengi geggja birtu og suðri og norðri og hellinga af grunnskápum og bílastæði jafnvel sko. Já, það nú víða þröngt þar sko. Já, en það samt betra á bílastæði allan það sem ég bý í gamla Vesturbænum en í nýja Hlíðarendahverfinu. Já. En það er margt í þessu, við erum náttúrulega búin að breytast svo mikið sem þjóð núna á síðustu 20 árum, okkur hefur fjölgað ógeðslega mikið og sérbýli eru, þú veist, sem að mörg okkar ólust upp í eða margir Íslendingar ólust upp í eru núna af mjög skornum skammti og verða meira og meiri lúxusvara eftir því sem líður og fjölbýli verða svona langflestar nýjar íbúðir eru í fjölbýlum og kannski er fólk ekki tilbúið strax að búa í fjölbýli eða kannski hafa þessir verktakar sem eru að verðleggja þessar íbúður hafa ofmetið vilja fólks til þess að búa í þessum íbúðum en svona markaður á svona til með að leiðrétta sjálfan sig og þá bara seljast þessar íbúður á lægra verði ef það eru lengi óseldar. En maður spyrja einu í þessu af því að þú veist markaðurinn hann ekki beint frjáls í þessum efnum. Sveitafélagið rosalega mikið að ákveða hvað eigi að byggja og hvar. Þannig að þú ert með bara fólk eins og mig, eitthvað staðar, ekki mig, ég blásaklus því ég í minni hluta og búin að vera það lengi. En þú ert bara með eitthvað fólk í skipulagsráði og annars staðar sem að ákveða, nei við viljum fá svona mikið íbúðum hér. Þannig að verktækin, hvort sem að hann þótt að viti, ok, þú veist, þetta mun seljast illa með bara hálft bílastæði per íbúð, hann veit það. Og hann veit að þetta mun seljast illa ef þetta eru þessar íbúðir sem hann ekki búin að vera að selja annar staðar á þessum stað og þetta þarf að vera svona þétt og það verður ekki byrt, skilju. Þannig að það eitt sem ég velti fyrir mér með þetta með markaðin. Ef við værum með markað, það sem að, þú væri bara verktakar að byggja eftir því sem selst og fólk vill, þá myndum maður kannski gera ráð fyrir að myndi leiðrétta sig. En við erum með sveitafélög að ákveða hvað fólk á að vilja. Þannig að hvernig á hann að leiðrétta sig, veistu hvað við? Já, ég skil þig. Sko, þarna held ég sé mjög svona mikilvægt fyrir ríki og sveitafélög að vinna betur saman til þess að búa til meiri sveigjanleika. Ég held að það sé eitt af stóru málum til þess að tryggja það að svona gerist ekki, að setja ekki upp tómar íbúðir. Markaðurinn leiðréttir sig núna bara með því að íbúðir seljast á lægra verði, það eru örugglega einhver til að kaupa þessi íbúðir á einhverju verði, en til lengri tíma þá þarf þennan sveigjanleika og það þarf rosalega mikið að fylgjast með skipulags, auðvitað er skipulagsvaldið höndum sveitafélaga og þeim með ráða hvernig sveitafélag þau vilja byggja, hvers konar hverfið þau vilja hafa, en það er náttúrulega málin vandast ef það er ekki til þessar fjölskyldur fyrir þessar íbúðir sem eru að byggja. Þannig að það þarf að taka mið af raunveruleikunum og af eftirspurninni og byggja innviðina í samræmi við það. Ég held að við séum að horfa upp á afleiðingu þess að við vanmetum það sem menntun innan gæsalappa, nú er ég ekki að tala um gráður, bara það sem menntun stendur fyrir. Þetta er ekki nýtt vandamál. Þetta er búið að vera vaxandi vandamál frá því að ónefndur stjórnmálaflokkur á Íslandi gaf það kosningalofur og stóðu auka lánveitingar til fasteignakaupa og bankarnir á sama tíma voru að hasla sér völl og fóru í samkeppni og úr varð bara ferill sem hefur ekki verið stöðvaður hingað til og eitt hrun og ný það og COVID og þú veist þannig að það er bara búið að vera efnað svona glundróði en þetta er svona þetta er dæmi með vandamál þetta er flókið mál, það eru marga breytur í þessu. Búsetu óskir ungs fólks ekki þær sömu og þær voru fyrir 25 árum.
Ungt fólk í dag lendir þá í því að búa einhvers konar sambýlum eða leigja herbergi með einhverjum öðrum og það er að verða ríkjandi form hjá ákveðnum hópi. Og svo ekki byggt fyrir það að einbýlishugmyndin sem ennþá lifandi hjá mörgum að þær íbúðir bara ekki eins og til eða þú ert ekki í aðstöðu að kaupa þær. Þannig og þetta hefur alltaf verið leyst vegna þess að Ísland hefur alltaf tilhneigingu til þess og það gerist alltaf á þinginu núna og það er ámælisvert fyrir ríkisstjórnina, má alveg taka undir það að flókið mál eru tekin og þau eru einangruð einn punkt, eitt mál, eina lausn sem er svona í áttina en gerir ekki neitt vegna þess að það er fullt af öðrum breytum sem eru að staða líka. Þannig og flesta lausnir í húsnæðismálum síðustu misseri hafa verið að auka í raun og veru eftirspurnina, hafa verið að hlutdeildarlán eða einhver leið til þess að gera greiðari aðgang að fé og þannig líka er verið að reyna að leysa stöðu námsmanna, að það er bara verið að opna svona smálán fyrir námsmenn, svo að þeir bara sem bara er vandi sem vex og verður bara verri. Húsnæðismálin verði ekki leyst nema sér tekið á þeim sem flóknum málum og þau eru og hlusta á sérfræðinga eins og ykkur hvernig að leysa það og stjórnmálamenn og við öll berum virðingu fyrir því. Það er ekkert að treysta því að þetta gerir sjálfkrafa hjá verktökum vegna þess að hagfræðin segir okkur einfaldlega þess vegna kvótakerfi í sjávarútvegi að samkeppni étur upp ágóða nema sér endalaust þetta stækka kökuna. Þess vegna gruna mig að verktakar á Íslandi hafi ekkert verið að tapa þessu ástandi. Þeir eru í þeirri stöðu að einhverjir minni fara á hausinn og eitthvað svona en einhverjir sem að gætu stíðan inn og gripa til aðgerða sem myndu lækka húsnæðisverð og auka framboð, þeir gera það ekki vegna þess að það er ekki þeirra hagur. Nei, en þeir að lesi stöðuna rangt. Þeir eru með á lagernum eitthvað sem að er ekki kaupendur að. Það er náttúrulega ekki sem er málið. Jú, það er allavega eitthvað sem að lætur fólk ekki vilja þessar nýja íbúðir. En ég vil samt segja það að byggingamarkaðurinn hefur stækkað rosalega mikið á Íslandi og það hafi verið byggðar rosalega mikið af íbúðum á síðustu árum vegna þess að okkur hefur fjölgað líka bara eins og á sama hraða á Vestur Afríkulönd núna á síðustu 7 árum og það hefur ekki fjárfesting í byggingareina hefur ekki verið aukist jafn mikið á neinu öðru landi á Vesturlöndum í einu vestræna heimi og þar spila náttúrulega mikið að arðsemin hefur verið mjög góð hjá byggingareina þannig hefur fólk grætt á því að geta byggt og það er alltaf einhver sem vil kaupa og það hefur komið í veg fyrir það að við búum við enn meiri skort þar að segja að fólk hefur byggt rosalega mikið og ég held að eitt af stærstu jákvæðu hlutunum sem við höfum séð í húsnæðisstefnu hins opinbera hvort sem að þessi ríkisstjórn eða síðasta er að fólk átt að segja á því að lausnir ætti að vera á framboðsliðinni, ekki eftirspurnarliðinni. Þannig að ódýr lán eins og þau voru hjá Íbúðalánasjóði fyrirverandi eða eitthvað þannig er ekki, eða vaxtabætur, það er ekki vinsæl tól akkurat núna. Hlutdeildarlán eru allavega þannig að þau eru bundin við nýbyggingar og það er eitthvað hámarksverð og það eru eiginlega mjög fáir sem að taka þau. En svo er það stofnframlög sem eru styrki sem að ríki gefur til þess að byggja upp leiguíbúðir fyrir tekjulága. Og það eru svona lausnir á framboðsli, þannig er þetta að styrkja uppbyggingu og úr því verður leiguíbúð fyrir tekjulága sem er leigð út á lægra verði og þannig er að halda leiguverði í hóflegu. Þannig að ég sé mjög margt jákvætt gerast í húsnæðismálum á síðustu árum en það er náttúrulega að þarf að vinda ofan af þessu ójafnvægi sem við búum akkurat núna. Já, ég veit að þetta er náttúrulega, bara rennur mér á hjarta þetta mál að því að við erum að tala húsnæðismarkaðinn, það er náttúrulega ykkur ástæði fyrir af hverju íbúðir og fasteignir að seljast rosalega vel í sveitarfélögunum í kringum okkur þar sem fólk þarf að keyra til vinnu til Reykjavíkur en býr þarna. Það er eitthvað, það er sami verktakinn að byggja báða megin, það er bara eitthvað sem er í gangi í Reykjavík, væntanlega þá kannski stefna borgaryfirvalda síðustu 20 árin, sem hefur valdið því að síðan frá árinu 2011 þá hefur verð á fasteinum hækka 100% hér en kannski 20-30% á Norðurlöndunum. Hann Sigurður hjá Aflaga var mjög góð greining á þessu en maður náttúrulega svolítið preaching to the choir hér kannski. En varandi svona lausninar á þessu máli
Sko, ég held að ég nefnilega ekki rosalega hrifin af því að við sem bara dæla skattfé í óhagnardrifin innan gæsalappa fastunafélög sem að bara, þú veist, þeir sem borga í þau stéttarfélög mega þá leigja íbúðina af, skilur, þú veist, sem það sem að borgaryfirvöld og ríkisstjórnin var að kynna það að, hvað var að þriðjungur eigna farið þetta og svo alltaf borgin að ganga lengra og hún alltaf taka bara tæpan helming og það er alveg vegna þess að það breytir öllu fyrir fólk hvort það kemst inn á markaðin eða ekki. Það hefur svo rosalega mikil áhrif á bara eignamyndun og bara raun og veru tekjumyndun þessa einstaklinga í gegnum lífið. Og þess vegna fyrir mitt leyti þá myndi ég segja að það ætti að vera algjörlega okkar markmið alltaf sem að viljum styrkja stöðu fólks óháði hvar það eru þjóðfélagsstéttinni að allir geti keypt sér eign vegna þess að eins og allir vita sem að fara með peninga þá er bara eignin, það er þar sem að auðurinn verður til, það er ekki launin, það er ekki neitt annað, það er eignin. Eignamyndurinn sem er. Já, og það sem að ég var að leggja til á sínum tíma í borgarstjórn fyrir hönd míns flokks var það að við myndum gera sambærilegt og gert bæði, þú veist, víða í Evrópu og í Bandaríkjunum og Bretlandi og allt það, að einstaklingurinn sem fái val það hvort að hann vilja nýta þennan stuðning sem hann er að fá eða frá ríkinu sem er raun og veru núna bara farið að niðurgreiða leigu til fyrir félaga sem að vissulega eru með hagnað af því að frekar fái bara fólk, ungt fólk, þú veist, öryrkjar, aldraðir, að velja bara hvort að þeir vilja nota þessa sömu upphæð í afborgun á fasteignaláni eða til þess að niðurgreiða leigu til einhvers fyrirtækis út í bæ, skilur. Og ég er eiginlega 99,9% viss að ef við myndum gefa fólki þetta val að það myndi alltaf velja það að eignast og mér finnst það rosalega mikilvægt fyrir stjórnvöld og stjórnmálamenn að ekki ákveða fyrir fólk hvað það á að gera heldur spyrja, hvað viltu gera? Viltu eignast íbúð og viltu leigja íbúð? Ef þú vilt eignast íbúð, þá ætla ég að hjálpa þér að eignast íbúð. Ég ætla ekki að láta þér leigja íbúð bara vegna sem mér finnst að það eigi að vera til. En ef 99% íbúð að reyna að kaupa íbúð þá snar hækkar verð á íbúðum. Já, en ef við erum að auka framboð á sama tíma, svo er það líka máli. Við erum hvað sem er að byggja þessar íbúðir sem er bara að fara í félagslegu félög, en við erum bara að taka það markaðinum sem mun gera nákvæmlega sem það er, hækka íbúðaverð. Það er annað vandamál og það, sko, ég sammála þeir að við margt jákvætt gerst á síðustu árum og kannski fyrst og fremst það að fólk verður átt að segja að þetta er ekki að virka sem að búið að vera að reyna. En það sem ég var áhyggjur af er að mér finnst að síðustu ár hafi eiginlega megnið að vandanum verið leyst þannig að hópa efnalágu fólki saman í sömu götunúmer eða sömu hverfi eða sömu götur og til langs tíma er það stórhættulegt mál. Ef að börn alast upp í einhverjum hverfum þar sem tekjur eru mjög lágar og alls konar félagslega vandamál mögulega til staðar líka þá erum við alltaf að vængstífa þessi sömu börni því að komast á fullu skriði út í lífið. Lísa Margrét, átt þú íbúð? Nei, og sé ekki fram á að geta eignast íbúð í bráð og bara mjög mikið af ungu fólki stendur frammi fyrir þeim veruleika. Kaupmáttur ungs fólks hefur staðið í 20 ár og sérstaklega kannski bara sem manneskja sem tekur námslán, þú ferð út í lífið, út á atvinnumarkað skuldur, byrjar að borga af lánunum í nýja kerfinu ári eftir að þú útskrifast og það er bara mjög brött brekka að einmitt komast inn á markaðin, sérstaklega ef þú átt ekki sterkt fjárhagslegt bakland og getur fengið 1 milljón eða 2 eða 3 hjá mamma og pappa. Þannig að þú getur ekki slótið í dreymu það? Þú veist, ef ég bý hjá mömmu minni í svona 4 ár, þá get ég gert það. Já. Svo það er alveg, og það er veruleikinn sem margir standa fram fyrir í dag, algjörlega. Já, ok. Herðu, Grindvíkingar eru ósáttir núna. Þetta er svona afgerandi frétt að þeim finnst þetta skjóta skökku við. Þau þurfa að rýma bæinn og loka fyrirtækjum, gistihúsi. Það var nú einu sem hefur gistihúsi í Hindavík og var í gær, Dagmar Valsdóttir og flutti mál sitt mjög vel. En hún er með gistihús og hún þurfti bara keyra undan gestunum, hver á sínu bíl til að vísa þeim veginn í burtu, vakiðin upp miðjanótt. Svo segir þetta er ekkert svo nálægt okkur, þetta er okkur eiginlega alveg óviðkomandi.
ég skildu sko, en það er líka erfitt að taka ákvörðuna hvort að ég rýmið ekki. Já, þetta er smá ójafnvægi í þessu áhættu ef þú ert varkár þá kannski endur á að missa eitthvað pening en ef þú ert ekki nógu varkár þá gerist eitthvað mun verra og þá gerur kannski mannslífi hættu þannig að það getur verið hluti af því að fólk er ekki tilbúið að taka sensa þarna. Lögreglustjórinn í erfiðri stöðu ræður söndalega. Já, en eigum við ekki bara að segja hlutinni eins og þeir eru að það er ekki sama hver það er þegar verið er að meta áhættu. Sko Bláa lónið situr ofan á kvikólfinu sko, en Grindavík gerir það ekki og samt er opið í Bláa lónið. og sko bændur sem átti einhverja kindur eða fólk sem átti dýr þurfti að skilja þau eftir að láta þau drepast í bænum meðan að fengu að kera trukkanir og höfna sækja fiskinn úr bátunum sko. Þannig að það er ekkert skrít, ég meina þarna kristallast við svona erfiðar og flóknar aðstæður, þá þetta kristallast sko hagsmuna netið og hagsmuna netið hefur verið mjög hagfellt Bláa lóninu. Sko það er opið en ég meina bílastæðið er að hvarfa undir hraun. Þannig að það er opið. Bláa lónið er mikið en það má alveg segja, sem hún segja á móti, það er auðveldara að móka upp úr því og eina rútu og í burtu en það er örugglega ekki útilokað að gera það sama við þetta gistiheimili. Þannig að ég held að þetta fólk hafi bara heilmikið til síns máls. Já, þannig að skilu germjuna Já, ég meina, þegar þú horfir á dýriðin deyja og þú var stoppaður á stöðunarpósti og svo kom bara bíll fullur af dauðum fiski frá höfninni af því að þar var að bjarga verðmætum þá skil ég alveg að fólk finnist að það sé ekki verið að leggja sko raunverulegt mat jafngilt mat á alla aðila. Nei, en það kom fyrir menni til Grindavíkur í dag þyrlu landhelgisgæslunnar, það var Kristrún Frostadóttir og von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar ESB litu svona skoðu fóru í Þórsmörk en það er sko táknurænt á meðan að Grindvíkingar eru með mótmæli á lokunarpóstinum að þá kemur sko forsætisráðherrann með von der Leyen og lendir í Grindavík og spókar sér það Þetta er svolítið öfugsnúið. Var hún sem sagt bara svo ég skildi rétt, var hún í bænum að meðan það búið rýman? Já. Þorsteinsráðherrann með erlenda gestin? Já, í dag. Á landhelgisgæslu þyrlunni? Já, ég skal segja ykkur það. Hvað hefði fólk gert að þetta væri Bjarni Ben? Nei, ok, sorry, bara it had to be said. Það mælinn var orðin fullu það. Já, nei, ég bara, þú veist það, þú varst að segja mér fréttir, ég vissi þetta ekki. Já, svo fóru þær í Þórsmörk og glæsileg myndaðum þar, enda Þórsmörk glæsileg. Það lendur på fjalli á þyrlunni. Landhelgisgæslu þyrlunni? Já, þetta er nú svona svipað. Það hefur ekki verið neitt í gangi, ha? Já, þegar Áslaug Arna dómsmálaráðherra að fljúga með sig til að sitja fundi í Reykjavík. Og fekk rosa skít fyrir. Auðvitað. Og þetta er bara. Já, hún talaði ekki svona á fundinum, sko. Já. Það er enginn að fara að gera mál úr þessu. Þeir sem að græddu eitthvað á því eru konið til Krítar og eru þar í sólbaði og þú er komin á vaktina í staðinn. Já, ég lendi hana heima, já. Og þó að þú hneykslist, þá er öllum sama vegna þess að þetta er búið að vera svo mikið rugl hvort þið er. Já. Stóra málið er auðvitað síðan Evrópusambandsmálið sem að flutningur á smábátaútgerðinni yfir til innviðaráðherranettis í dag. Allavega lyktar þannig fyrir mig að það sé verið að undirbúa umsóknarferli við ESB þannig að þetta sé einhvers konar byggðamál og setja á einhverja undanþágur á grundvelli eins og við gertum Möltu og svona einhverja samninga 12 mílur eða 25 mílur eða eitthvað og vistvænar veiðar þar og taka þá hagsmuni út fyrir sviga og fara svo bara í stríð við útgerðina því að það hefur alltaf verið stóri ástendingasteinn og það verið nóg hjá þér að gera þá. Ég reyndar í borginni. Já, þá þú sett í borginni. Já, ESB meinur, já. Já, hún sagði það, von der Leyen sagði þetta að umsókn Íslands aðildarviðræður væri í gildi. Annað dæmi það, Sigmundur Davíð veit ekkert hvað hann er að gera. Já, hún sagði þetta í dag. Já, ég veit. Hún er lögfræðingar í ESB sögðu það líka í fyrir nokkrum. Hún er væntanlega lesið sér til á hennu kominga.
Hún verið bara þetta en það gildi. Já. Þú getur ekkert sagt upp sko, svona ferli bara með því að senda bréf. Þú hættir ekkert í sambandi bara að síða svona, sko. Nei, þetta bara eins og segja með SMS. En á ekki þjóðin að kjósa bara hvort við viljum að það hefði viðræður? Jú, við náttúrulega, við erum búin að takast á með þetta mál ógeðslega lengi, sko. Fyrir mér þetta, mér finnst þið bara að vera með ansi góða samninga, við getum örgulega samið ennþá betra, ég veit ekki alveg, hver ábatinn að fara í þetta umfram bara hvað það mun kosta íslenska ríkið að greiða skatt til Brussel, skilur þetta virkilega forgangsmál, við erum með spítala sem að vantar virkilega mikið að fjármagna mun betur, við erum með vegakerfi sem þarf að fjármagna mun betur, hvað á þetta að leysa? Innviðaskuldir, hérna síðustu ríkisstjórna eru Við erum bara 300 og eitthvað, kannski reyndar að stefna yfir á 400 mann, skilur, hversu margir af þeim eru vinnandi, ég veit það ekki, ég meina nemendur að vinna baki brotnu, skilur, með námi, okkur, það vantar pening og það er allir að reyna sitt besta, er þetta virkilega það sem við erum að fara að eyða peningunum í? Þessar viðræður kosta það svo mikið? Bæði þær, en líka ef þú ferð inn í sambandi þá þarftu náttúrulega að greiða skatt til. Við erum ekki farið þangað, við kjósum hvort við viljum ræða við og þegar það er búið þá kjósum við hvort við viljum fara inn í þetta. Ég er alltaf að tala fyrir að minnka skattbyrðin á forgangsraða, sko. Ég sé ekki hvað við erum að fáta þessu neitt umfram. Alltaf að senda okkur lækna. Hvernig standa skoðanakannanir? Hvernig er stuðningurinn við ESB? 44% eitthvað minnir mig síðast með og 36 eitthvað á móti eða eitthvað pluss mínus 1%. Það eru fleiri sem að segja já en nei. En það er ekki víst að það verði, ég meina, og erfiðasta held ég máli fyrir ríkisstjórnina verður þarna verður ekki þetta sem þú ert að nefna. Þetta er Brexit línan og hún virkaði þar en hún er svona kannski ekki ennst rosalega vel. En það sem að sko vera erfiðast fyrir ríkisstjórnina er að það er engin stemning fyrir hvorki Úrsulu van der Leyen eða ég man ekki hvað hún heiti fullu nafni van der Leyen ákvarðanir ESB varðandi Gaza og Ísrael eru mjög umdeildar og það þarf það fólk held ég á vagnin til að koma þessu alla leið í mark og ríkisstjórnin á Íslandi hefur engin áhrif á það og ESB er ekki að fara að breyta neinu fyrir okkur í því. Þannig að þetta, ríkisstjórnin er vinsæl núna en það er ekkert víst að hún verði jafn vinsæl til þess að geta klárað þetta mál en hún mun örugglega gera allt sem hún getur til þess. Já. En ESB er bara ekki það sama og var upp á aldamótum, það er bara eins og gerist oft fyrir stofnanir, það er verða flóknari og stærri og það er ástæðan fyrir okkur fólk segir núna, hvernig er þetta? America innovates, China imitates and Europe regulates. Já, ég ætla rétt að vona að við eltum ekki Bandaríkin þangað sem við erum komin núna. Nei, ég er bara að segja, ég er bara að segja að fyrir þessu litlu smáþjóð sem við erum bara allt undir því svolítið að geta verið í bullin ísköpun en ekki þurfa að lúta þungu regluverki og kannski svona góð útskýring á þessu því að ég munið þegar þið voru að breyta þessu með tengin á hlerstækjunum. Og ég eitthvað loksins, ég þoli ekki að þurfa að vera með hellinga mismunandi hleðslutækjum og ég bara fyrir ógeðslega mikið tögur á mér og núna er bara komið eitt ríkistengi og ég var bara Brussel-tengi og ég var bara að fíla, ég ætla bara að vikina það. Svo var einn sem benti mér á, já Alda, en hvað ef við höfum ákveðið að bara gamla USB-C-tengið, að það er bara ríkistengið bara að eilífu eða spólunar, svona skildi bara alltaf spólu vera að eilífu í Evrópu. Skilur mig, þannig að En þetta var nú gert af því hvað margskonar stúfur. Já, ég veit það, en þetta er eins og með pappisferna finnst mér, það sem er með pappafernu, með pappa, plasti, áli, en rörið, núna er það úr pappir, en ekki leikur plasti, þannig að þá fara allir stjórnmálamennir og eru bara, nice, við gerum þetta. Já. Papparör fyrir alla. Já, það gerir þetta. Þetta var ekki þetta sem að Jón Pétur Simson var nú líka að tala um á tímúti. Góða ræðu þetta. Mín hefði örugglega verið betri, En ef að fara í hérna svona aðeins léttara máli, þó ekki, að nú er Sveppi kallinn í vandræðum eftir að hann drap Lunda.
Ég er ekki búin að fylgjast með þessu. Leyfisleysi þá, Já, hann er alfriðaður núna. Er hann ekki útrýmingarhættu? Er hann ekki útrýmingarhættu einmitt? Jú. Þetta er skautmaður í Lunda. Nei, menn hafa snýra hann úr hálstilum. Já, til eldan. Ég veist ekki að væri svona harður sveppi. Jú, hvað? Ég var erfitt með að berja fisk í stein, sko. Ég vorst ekki mikið í því. Nei, ég svo mynd á hann með bara 2 eða 3 í hvori hendi, sko. Ég held að ef að sveppi varð ekki fyrir neinu aðkasti eftir, var hann ekki í þessum tónleikum hann sem að fólk var bara næst í drepið í tugatali í Laugardalshöllinni. Ég held að það sé reyndar hans vinir hann. Var hann ekki í því? Nei, held ekki. Það virðist ekki að vera áhrif á þá, þannig að ég held að vinsældir þeirra þessa hóps. Já, ég var ekki að hugsa um sveppa, ég er þessum lundana. Nei, þú drefur ekki æðakollu til dæmis. Nei. Og lundin er friðaður og þá okkur ber bara að virða það, eða ekki? Það eru löginni og reglunar, ég meina, það er bara augljóst. Þetta er semst í ríkissjónvarpinu, eða ekki? Þáttur þar sem að þeir eru að borða lunda. Já, hérna er. Og ertu með botnin í sögunni? Var hann sektaður? Nei, ég veit ekki hvort að löggan tali við hann, ég veit það ekki. Vonandi var þetta þá minnst ákvæmstu góðu lundi? Reykti hann að minnst ákvæmstu eða? Nei, ég held ekki, sko. Hann var bara að undirbúið eitthvað partí. Ég held að þetta veri aldrei nema della dagsins, kannski allt brjóla á morgun og svo búið. Já. Gruna það nú. Við erum komið ég held það líka. En ég minna að þetta snertir svo sem á við þarna utanvegaksturinn líka. Sem að krossararnir voru að dundra þarna upp á Nesjavöllum og það að að eins og ég sagði þann, sko, það er ekki borið mikið virðing fyrir menntun á Íslandi, það er enn minni virðing borið fyrir náttúrunni. Já. En þá segja mér líka með orkumálaráðherrann sem er umhverfisráðherra líka, hann er að gefa út leyfi fyrir sem er fráleitt. Þetta er bara eins og að skipa Dracula forstjóra Blóðbankans, þetta er bara alveg fráleitt að þetta sé sama embættið. Hann er allavega með mesta metnaðinn fyrir því að þessi mikið framleiðsla blóði, Dracula. Já, bara. Þetta er óskiljanlegt. Hann er mikill notandi. En það var margt óskiljanlegt alltaf við það þegar þeir fóru að gera kapalinn með ráðuneytin og skipta á milli þegar Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstri græn voru farin að virkilega opinbera hatur sitt hvor og öðrum í ríkisstjórninni og voru farin að reyna að særa hvort annað með því að kalla því í ráðuneyti. Þegar Sjálfstæðisflokkur vildi fá umhverfismálin og VG vildi halda aftur af virkjunum og þetta var orðið svona baneitur og samband á Njálsgötunni. Já. En þetta með vindmyllunar, eru Íslendingar bara almennt á móti þeim? Nei, ég held nú ekki. Sorry, vinur. Já, ég hef enga skoðun á vindmyllum. Það drepa samt fleiri lunda fugla heldur en sveppi. Já, sennilega, já. Þetta var gott. Þannig að sveppi er bara í góðum málum. Hann getur bent á vindmyllunar. Já, það er eitthvað með þannig að hvers sem að fer ég er mikill íhaldssekur í mér og mér finnst, ég vil að breytingar séu breytingar til góðs og er líka náttúrubarn, sko. Þannig að fyrst þegar fólk var að tala um vindmyllu var ég bara, en verður þetta ekki ógeðslega ljótt? Svo er ég búin að vera að keyra núna í vindmyllulöndum og þetta er ekkert ógeðslega ljótt, þetta bara fellur mjög fljótlega inn í einhver meginn eins og rafmagnslínuna stauranir og allt þetta, sko. Eins og í Danmörku þetta er brútið sjó? Já, það er bara afskaplega sniðugt. Já. Og þetta eru vist einstaklega hagfelldar aðstæði til þess að framlega orku og vind, sko. Það er ódýrasti vindurinn hér. Já, en svo koma líka logn á Íslandi. Það er búin að vera logn bara núna síðustu daga. Já. Eru við samt ekki eitt vindasamasta byggða svæði í heiminum? Jú, þetta er okraskat, sko. Já, og ég held það að við höfum sérstakt orð fyrir logn, segi allt sem segja það. Nei, fyrir mörgum ára síðan, þá var ég ritstjóri og þá var mannlíf svona fréttatímaritt og ég lét gera út þetta á þessu, hvort að Ísland og vindmyllur. Og niðurstaðan fræðimannanna var svo að hér væru misviðrasamt fyrir þær. Hvað segirðu? Svo hafa vindmyllur breyst rosalega mikið. Já, kannski það. Þær hafa gert það. Nei, misviðrasamt. Stundum er háaðarok og kannski hættu bara að þetta myndi bara falla til jarðar allt saman. Og svo kemur logn og þá framleiðir ekki neitt.
En svo eru þetta dálítið brent í marki, sko, að Íslendingar hafa búið hér við stórkostleg hallari í 800 ár. Já. Bara litlu ísöldina og hér bara verið hræðilegt ástand sem fólk hefur drepist úr hór og Kári sýndi þetta rannsóknum árið það sem kemur í ljósa, sko, að íbúar á Bretland sem eru skildari landnámsmönnum heldur en við, erfðafræðilega. Vegna þess að við erum búið svona hörgulkjör þar sem bara búið að deyja og dett út úr erfðamenginu okkar alls konar upplýsingar. En málið það að þegar þú býrð við svoleiðis aðstæður þá snýst lífsbaráttan græðgi. Bara þegar það gefur á sjó þá ferðu á sjó. Þegar þú getur heyja þá heyjaru og þú heyjar allt sumarið og það sefur enginn nema bara í 3 tíma og börnin út og það þarf að redda öllu. Og við erum pínlítið með það hugverk gagnvart orkunni og höfum verið það býsna lengi. Það engin orkuskortur á Íslandi og ég veit að þú getur aldrei langar ræður að það sé víst orkuskortur á Íslandi, en öll íslenska þjóðin, öll fyrirtæki, allir íbúðalandsins nota jafn miklu orku og ein stóriðja. Ein stóriðja bara auka Ísland. Og allur orkuskorturinn kemur til á því að vera að hlaða upp í stóriðju og auka stóriðju á Íslandi. Ef við bara förgum einn í stóriðu svona í langtímaplaninu okkar. Nokkur þúsund störfum. Já, bara nokkur milljörðum í skatta. Já, það nú svona flekkótt með það hvort þau borga einhverja skatta. En það skiptir ekki máli. Stærsta vistaviðin helstu orkufyrirtækjan okkar. Alltaf þau borga enga skatta. Þeir skulda svo mikið til móðurfélagsins. Við búum til einhver störf, nokkur þúsund störf bara fyrir velmenntað ungt fólk í staðinn. Er ríkið alltaf bara ákveða það? Við bara setjum það í áætlun og bara alveg svo getur byggt húsnæði og getum við hvatt atvinnulífið til að stækka. Það ekkert útilokað við það. Og hættum þessu rugli að hér sé einhver orkuskortur og það þurfa að fara að leggja alla melrakkasléttu undir einhver vindorkuverð því þetta bara græðgi sem knýrir þetta áfram. Þetta bara tækifæri til þess að það einhver sem sér þarna smuga sem ekki búið að soga allt blóð úr og það bara kennt. Við höfum að kreista blóð úr hverjum steini og við höfum að hætta þessu hugafæri. Okkur mun ganga betur til lengri tíma ef við hættum þessari helvítis græðgi. Ég bjóst ekki við myndum tala jafn mikið blóð. Eins og rauð. Það alltaf rautt á baki okkur. Þetta rauðaborðið. Þetta er blóð rauðaborðið. Ég er ósamlega. En það samt sko, að ég veit ekki, mér finnst þetta hugafar að við höfum alltaf minnka okkur sko og við höfum bara hægt að taka mótið framtíðinni og hægt að taka mótið þörfum að því að þú veist alltaf tala sko, rosalega algengt að tala sko fyrirtækin eins og það sé eitthvað annað en eitthvað batteri sem í eigu fólks og með fólki starfandi og í þjónustu við fólk. Hvað fyrirtæki annað það? Stóriðjan, eigu fólks með fólk starfandi og í þjónustu við fólk, skilur. Og þetta bara, skilur, þú veist, það alltaf eitthvað svona meira, mér finnst þetta svona þessi orðræða, svona villinæsera eða gera eitthvað vondakall úr einhverjum fyrirtækjum. Mér finnst hún bara ekki skilanum afrekar ekkert fyrir venjulegt fólk, skilur. Hvað Það bara svona alþýðufélag eins og Samstöðin. Já, ég veit kannski ekki á rétta staðnum að segja þetta sko, en ríkið ekki sko, bara sem við sjáum í borginni sko, og allsstaðar annars staðar, að þegar fámennur hópur af einstaklingum ætlar að fara að ákveða hvað sé okkur verið bestu og hvað ykkur best að vinna og nú ætla ég bara að búa til vinnu fyrir þig, þú veist, þetta ekki það sem að fólk vill sko. Þetta fulltrúalýðræði. Já, en málið bara, eins og ég ógeðslega klár manneskja augljóslega skilji, að þá þekki ég mínar takmarkanir sem það að eins mikið og ég geti þekkt þig og ykkar þarf alveg að þá mun ég aldrei vera jafn góð og þið í að ákveða hvað ykkur fyrir bestu. Það bara þannig. Og mitt hlutverk bara að vera í þjónustu við ykkur en ekki að skipa ykkur fyrir. Ef ekki enda það bara með þessu ágæti með þessu. Ég notabene ekki lögfræðingur, ég sálfræðimenntuð. Jónas Atli, Lísa Margrét, Ragnhildur Alda María og Ragnar Þór. Ragnar Þór. Ég þakka ykkur mikið vel fyrir komuna og fyrir ykkur sem eru að horfa þennan langa fréttatíma þá ætlar Gunnar Smári hér í lokin að ræða við ég verð að vita það ég búin að týna skjælinu. Hann ætlar að ræða við góða menn. Já,
Það kemur bara ljós. Hann bara að riðja mér einn út. Ég þakka fyrir mig. Takk fyrir okkur.